tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í vikulegan þátt okkar í sjónvarpi Víkurfrétta. Það jólaandi yfir þættinum, en við ræðum við Ásmund Friðriksson, þingmann, förum á jólasýningu fimleikadeildar Keflavíkur og á tónleika með hinum efnilega íþrótta- og tónlistarmanni Má Gunnarsinni. Þá flytjum við nettan fréttapakka frá Suðurnesjum. En við hefjum leikinn með Má, en hann hélt jólatónleika á veitingastaðnum Ránni í Keflavík í síðustu viku. Þar flutti kappinn þekkta jólatónlist og einnig frumsamin lög. Á tónleikunum naut Már einnig aðstoða systur sinnar, hennar Ísoldar Vilberg, sem söng með honum nokkur lög. Engin aðgangseyri var að tónleikunum sem voru vel sóttir. Meðfylgjandi svipmyndir eru þaðan. Mikill fjöldi sótti glæsilega jólasýningu fimleikadeildar Keflavíkur í húsnæði deildarinnar síðustu helgi. Ungt fimleika fólk og það elsta í deildinni fór á kostum í sýningunni sem var fjölbreytt og skemmtileg. Fimleikadeild Keflavíkur fagnar 30 ára afmæli á þessu ári og er ein sú fjölmennasta í félaginu. Sjáið þessi tilþrif.
Þó svo jólin séu óðum að nálgast þá alltaf eitthvað í fréttum. Hér það helsta á síðustu dögum frá Suðurnesjum. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árin 2016 til 19 var samþykkt í seinni umræðu á bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ á þriðjudag. Hún ber keim af því að ekki komin niðurstaða úr viðræðum við kröfuhafa sem vonast eftir að náist á næstunni. Ljóst að árangur verður að nást úr þeim viðræðum því skuldir bæjarfélagsins eru það miklar að ekki við ráðið nema skerða grunnþjónustu verulega. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri fór yfir fjárhagsáætlunina á fundinum en hann sagði að sóknin sem bæjarstjórn kynnti í fyrra gangi vel og tekist hafi að hagræða í rekstri bæjarfélagsins en það dugi skammt. Skuldirnar væru það háar og nefndi hann sem dæmi að vaxtagreiðslur væru 3,5 milljón á dag. Grindvíkingum fjölgar enn, alls hefur fjölgað 230 íbúa síðan í janúar 2014 eða 7%. Það sem af þessu ári fjölgunin 4%. Grindvíkingar með erlent ríkisfang eru 351, þar af eru pólskir grindvíkingar 228. Íbúafjöldin í Grindavík þann 1. desember síðastliðinn var 3118. Grindavíkurbær hefur nú veitt HS Orku hf. Framkvæmdaleyfi til rannsókna borana í eldvörpum. Framkvæmdin hefur farið í gegnum feril mats á umhverfisáhrifum og deiliskipulag af borplönum hefur verið staðfest. Í deiliskipulaginu gert ráð fyrir 5 borplönum. Rannsóknaboranir koma ekki til með að hafa áhrif á gígaröð eldvarpa og göngustígar og slóðar verða áfram opnir þeim ferðamönnum sem vilja sækja svæðið heim. Áætlað að rannsóknarboranir hefjist mitt ár 2016. Páll Óskar Hjálmtýsson gerði mikla lukku hjá fötluðum á Suðurnesjum en hann var leynigestur á Ástvaldarballinu sem haldið var í Oddfellow-salnum síðastliðinn laugardag. Balli fékk reyndar nýtt nafn í ár og kallaðist Ég eins og ég sem vísun í eitt af lögum Páls Óskars. Ástvaldur Ragnar Bjarnason átti hugmyndina að ballinu sem haldið var í fyrsta skipti fyrir síðustu jól en honum innan handar voru þeir Örlygur Örlygsson og Eiður Eyjólfsson. Svipmyndirnar sem hér má sjá voru teknar á ballinu. Sannkölluð menningarveisla var haldin í Útskálakirkju síðustu helgi þegar þar var haldin fjáröflunarskemmtun Hollvinna Unu í sjólist. Skemmtunin var haldin til að afla fjár til styrktar starfseminni í sjólist, húsi Unu Guðmundsdóttur. Fjölmargir listamenn komu fram og flutt var tónlist og sagðar sögur. Nánar verður fjallað viðburðinn í þætti okkar í næstu viku. Eldur kom upp í bílskúr við Suðurvelli í Keflavík síðastliðið sunnudagskvöld. Slökkvilið brunavarna Suðurnesja var kallað út og slökkti það eldinn. Talsvert tjón varð í brunanum og bílskúrinn mikið skemmdur ásamt því sem í honum var. Lögreglan á Suðurnesjum fer með rannsókn brunans. Og við endum fréttapakkan hjá listmálaranum Sossu sem opnaði vinnustofu sína með árlegu jólaboði síðustu helgi. Þetta var í 20. sinn sem Sossa opnar vinnustofuna í aðdraganda jóla þar sem fólki bauðst að skoða nýjustu verk hennar og njóta tónlistar og ljóðalesturs. Gestir Sossu í ár voru þeir Svavar Knútur tónlistarmaður og Anton Helgi Jónsson, handhafi ljóðstafsins árið 2013 en hann las úr ljóðum sínum. Hér sjáum við hins vegar og heyrum Svavar Knút spila. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan.
bílahotel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Ásmundur Friðriksson einn af Suðurnesjamönnunum sem að gefa út bók fyrir þessi jól. Hann auðvitað mikill eyjapeyji en hann allavega fluttur upp á land og búinn að vera hér á Suðurnesjum á annan áratug. Og hann að gefa út þessa bók, Hrekkjalómafélagið, prakkarastrik og púðurkerlingar. Það ekki hægt að segja sér lognmála í kringum þegar Ásmundur Friðriksson verður velkominn. Nei, það búið að vera svona púðurkerlingar núna síðustu daga allavega. Það ljóst. En þessi bók, hvað geturðu sagt okkur hana? Sko þetta er rauninni saga Hrekkjalómafélagsins í Eyjum í 20 ár. En ég er líka í aðdraganda bókarinnar og svona formálunum að segja frá því hvaðan við Eyjamenn eru komnir, úr hvaða jarðvegi við sprettum. Og það er reyndar sko að þessi saga hefur alveg getað gerst hérna í Keflavíkinni, eða Njarðvík eða Sandgerði. En að því ég er á Eyjum þá gerist þú þar. Og ég held að þetta líf sem að þróast í svona sjávarplássum, í svona gömlum húsum, beituskúrum og veiðarfærakróm þar sem að menn voru að stokka línuna og gera færin klár og baujurnar fyrir vertíðina. Það fannst þeim oft gaman að fá sér og þeir gerðu það ekki til klukku, þeir gerðu það svona til dagatali sko. Þeir duttu í það nokkra daga í röð sko. Og í þessu umhverfi skapaðist mjög sérstök stemning. Og það eru til mikilvægar sögur og það eru til alls konar nöfn sem hefur svo fyllt okkar Eyjamönnum og þarna held ég segja svona frumkraftarnir okkar koma sko. Þeir koma úr þessu umhverfi. Hvernig ert þú að gera þetta? Er þetta frásögn af því sem hefur gerst, sem að þú hefur upplifað eða heyrt eða svona þetta er svolítið svona, hvað ég að segja, er þetta Hrekkjalóma saga af Vestmannaeyjum? Já, hún er það, vegna þess að saga Hrekkjalómafélagsins er auðvitað bara upplifun mín af félaginu og því sem við gerðum, þannig að hún er frásögn af því sem gerðist og svona fært auðvitað svolítið í stílinn og ég auðvitað leitaði mér auðvitað upplýsingu af það og hinn vænginn er þetta saga af Hrekkjalómum í Eyjum sem mönnum sem að bara eru svona orginal Hrekkjalómar eins og Jón Berg Halldórsson sem býr nú hérna út í Vogum og Diddi Svanhól eða Sigurður Sigurðsson frá Svanhól. Þetta eru svona menn sem eru, Jón Bergur er 81 eða tekið ára og hann er henn að fífla aðstoð að hrekkja með púðurkerlingum og prakkarastrykum alls konar. Þannig mér finnst bara mjög mikilvægt að þessar sögur týnist ekki og bara eins og við vitum sem eru komin aldur sem við erum á að svona atvinnuhættir sem við ánum sluppið sem peyjar, hvort sem var í Keflavík eða út í Eyjum, þeir eru bara horfnir. Og mér segja ég sem að hætti að vinna í fiski fyrir 12 ára síðan, að ég hugsa bara sko ef ég ætti að fara hérna inn í Nesfisk eða í Þorbjörnin eða Vísir í Grundavík, ég kem nú þar oft inn, að þá einhvern veginn finnst mér að ég þyrfti nú bara að fara í tækniskólann áður en að fara að vinna í fiski. Af því að þetta er alveg svo frábært umhverfi og þess vegna þurfum við að halda svo vel utan um þetta og söguna sem að sko það er svo ótrúlega mikil brekka niður það að við vorum að gera þetta allt á höndum. Af því við upplifðum það sko. Vorum að gella sem peyjar og kynna og fiskur á handflattur og handflaggaður, þetta er allt til ennþá en er bara nánast í sko sára litlu mæli sko. Þetta tengist svolítið sjávarútveginn alltaf? Það tengist þeirri stemmingu sem verður til í sjávarútvegsplássunum. Það er náttúrulega öðruvísi stemming, þetta er annars staðar. Ég er reyndar í fyrri bókinni minni þá líka að segja frá sveitastemmingunni sem að heilla mig mjög en hún er allt öðruvísi. Þar er svona líka maður mannskamann, miklar eftirhermur í sveitinni og menn eru líka miklu nátengdari þar og þeir eru líka rosalega tengdir náttúrunni en það er svona svolítið meiri galsagangur við sjóinn og það var tölulegur galsagangur í Eyjum sko og er enn. Er einhver ein saga sem að er skemmtilega en aðrar í þessu eitthvað sem þú búinn að segja oftast eða? Já, það eru auðvitað mjög margar góða sögur í þessu bók og mér finnst skemmtilegast auðvitað svona bara svona umgjörðin og svona andrúmsloftið sem ég er að reyna að skapa í þessu bók, það skemmtir mér mest en þegar ég var nú að skrifa sögurnar Didda í Svanhól
og Jón Berg og kúta inn þetta, þá verð ég að viðurkenna það að ég var nú bara stundum sjálfur grátandi við tölvuna á hlátri. Það var mjög skemmtilegt og mér finnst sko að svona, þeir eru kannski ekki kynjað kvistir en þeir eru sérstakir menn og þeir eru eins og Diddi mjög hægur maður og vill ekki vera mikið fjölmenni en hann endalaust að stríða fólki og svona, eins og við segjum bara, láta svolítið svona svíp sko. Og við Rekkjalómandi sko, við erum til í því andrúmslofti að það var búið að gjósa sko Surtseyjarfoss í 4 ár og skömmu seinna kemur Heimaeyjargossið og þegar Vestmannaeyingar komu tilbaka og fólkið okkar var að byggja upp húsin, gerðu þetta miklum krafti og miklu látum, þá var það traðk á tilfinningunum, þess að tilfinningarna sem voru eftir gossið, það var traðk á þeim og þá var svona jarðvegur fyrir svona sprellikarlafélag og við sem vorum þá ungi menn og vorum að stjórna fyrirtækjum í Vestmannaeyjum að sko, það fannst öllu fyndið þegar við fórum að láta þessu fíbl og við komumst upp með það í 20 ár sko. Þá var Rekkjalómandi okkur tilbúin. Það var náttúrulega þannig. Þetta svolítið minna þetta í dag. Þetta vantar. Öðruvísi, já. Það hafa menn sagt til mig, við höfum ekki stofnað Rekkjalómafélagið. En þú veist, það verður aldrei gert. Það er bara var einu sinni og það verður aldrei endurtekin slíkt og það áheldur ekki að gera það. En í Vestmannaeyjum eru ennþá félög reikin sem eru á svona svipuðu basís. Þau koma saman og sjá uppsetningu á þjóðhátíð og það bara þessi mikla hefð sem við þurfum að skapa. Og ég var einmitt að segja Keflvíkingum og Suðurnesjamönnum þegar ég var að vinna í ljósanótt og þegar við vorum að halda ljósanótt í 10. skipti sko, þá héldu menn að þeir getur haldið ljósanótt eins og þjóðhátíðin í Vestmannaeyjum sem sko búið að halda 140 sinnum. Þannig sko, þú veist, það er þessi hefð sko, sem við erum að skapa og við sjáum hvernig ljósanóttin eru núna. Þetta náttúrulega merkilegasta hátíð landsins. Hún rosalega flott. Hún öðruvísi. Þú fluttir til Keflavíkur frá Vestmannaeyjum fyrir 12 árum síðan. Hvernig fannst þér viðbrigðin og þú einmitt komst í þessa vinnu hjá Reykjanesbæ varðandi ljósanótt? Hvað getur þú sagt? Hvernig finnst þér þú vera sem Suðurnesjamaður? Mér líður afskaplega vel á Suðurnesjum og það fyrir rosalega vel okkur Siggu og fjölskylduna hérna. Bæði þegar áttum heiminn í Reykjanesbæ og eins þegar við hlutum út í garð. Það farið mjög vel okkur hérna. Okkur finnst veðrið vera betri enn í Vestmannaeyjum og það er öðruvísi. Og þeir sem eru að tala að veðrið suður frá sig eitthvað og þetta norðanátt leiðileg hérna, hún það allstaðar við flóann. En hérna gríðarlega gott fólk og hérna vinnusamt fólk og sem hefur aðeins uppið bara svipa allæti ég við sjóinn og mikla vinnu upp í flugvelli, næturvinnu og mér finnst það sé verkefni okkar að skapa þessu fólki svona aðeins betur viðurværi. Okkur finnst við ennþá vera svolítið lág í launum suður frá og við þurfum að bæta það. Ímyndin, hún allt önnur heldur hún var og ég man reyndar ekki eftir neinu sjávarplássi í gamla daga sem var eitthvað rosalega flott eða fínt. Þetta voru svona fiskunnstöðvar með bein og fisk út allt og slor. Það var ekkert öðruvísi hér heldur í Eyjum eða í Sandgerði eða í Grindavík. En við erum alveg komin út úr þessu og hér bara gríðarlega metnaðfullt bæjarfélag og Suðurnesjamenn eru duglegir og þeir hugsa vel sína en okkur vantar svolítið svona þetta bara traust að segja bara horfa í speilin sem þarf stundum að gera á ævinni horfa í speilin og segja við erum flottasti og við áttum Rúna Júl og við áttum alveg fullt af snillingum tónlistamenn sem eru bara snillingar aldarinnar alveg eins og í Eyjum áttum við líka okkar snillinga og höldum mikið á þá og við þurfum að lyfta þessu öllu upp og hérna eru nú í dúshúsunum og það bara ekki margir sem eiga svona. Og þetta auðvitað verðmættir okkar. Þú varst bæjarstjóri í Garðinum sem lítið sveitarfélag. Hvernig var það? Það var tækifæri lífs míns. Það var ótrúlega skemmtilegt. Mér langaði aldrei að hætta sig á þessu bæjarstjóri. Það skemmtilegasta vinna sem ég hef unnið. Og ég held bara að þó ég segi sjálfur frá að ég var bara góður bæjarstjóri. Ég auðvitað kannski fannst ekki alveg öllu það. En það bara eðlilegt. En ég naut mín sérstaklega, ég framtakssamur og ég fylgdi málum eftir og ég var uppátækjasamur
og var að gera fullt af hlutum sem að kostuðu sveitarfélagið ekki mikla peninga og stundum enga. Þannig að í minni 4 ára bæjarstjórnartíð þá fannst mér skemmtilegast að gera þessar hluti sem ég tók bara þátt í sjálfur. Við vorum að gera vitahátíð og við gerum ferska vinda sem náttúrulega að byrja núna til nokkra daga sem ég myndi halda með metnaðarfyllri svona menningarviðburðum sem allan samfélag á stærri garðin heldur. Það er gríðarlega metnaðarfullt og nú erum komið 50 útlendingar þarna, það er verið heila mánuð og sinna listinni og það var bara rosalega gaman að fá að vera bæjarstjóri. Ég hefði viljað vera bæjarstjóri. Núna ertu á þingi og það er svolítið erfiðara að sprikla þar, þú farið ekki að ráða eins miklu þar, eða það? Nei, það sko, þegar þú varst bæjarstjóri, þá varstu að afgreiða fullt af hlutum fyrir Árni. Hringdir í Árna í Áldahúsinu og þú hringdir út í skóla og þú hringdir út á byggðasafn og þú hringdir í SPK út á strætónum eitthvað. Það varst alltaf að gera eitthvað og varst alltaf ákveða. Í þinginu sko, að ég held ég eigi 4 þingsályktunartillögur og 1 eða 2 lagafrumvörp og þetta er 3. veturinn og það gengur ekkert að koma fram. Og svo var menn að tala um að klára hlutur fyrir hádegi sko. Það bara gengur ekkert í þinginu, gengur lítið og það tók mér rosalega langa tíma að sætta mig það að vera alltaf mæti vinnuna en það gerist ekkert. En auðvitað eru þingmenn að sinna mikilvægum störfum og nefndastarfið í þinginu er mjög gefandi og fræðandi og skemmtilegt en það veður ekkert undan okkur og svo lendum við alltaf í því að þegar minnihlutin sem var meirihlutin sko, hann snýr öllu hjólinu við og hinni gera það líka. Þannig það er svona skrítið andrúmsloft í þinginu og ég var náttúrulega bara síðast að ræða í gær við mann í þinginu og hann var að spyrja hvernig hann hefur það og ég sagði, ég hef bara ekkert að gera sko. Ég finnst ég ekkert að gera í þinginu og mér finnst mér vanta oft verkefni. Af því að sko þingmenn ráða engu sko. Þeir bara komi vinnuna og svo eru þeir að reyna að raða saman þessum kubbum og búa okkar til og sem endar þá í fjárlagafrumvarpinu sem náttúrulega svona aðalmáli fyrir hvern meirihluta í þinginu. Og þar er maður svolítið hangandi á því að maður þarf að standa með því frumvarpi og þó maður líka ekki gefið allt í því. Þannig að fólk áttar sig stundum ekki á því að maður þarf stundum að gefa þinginu meira líka sjálfum. Og þannig er það í pólitíkinni. Suðurnesjamenn hafa aðeins kvartað, ekkert aðeins, þeir hafa kvartað mikið yfir því á undanförnum áratugum að einhvern veginn þeir hafa aldrei átt nógu sterka þingmenn og aldrei gerst einhvern veginn nógu mikið. Það hefur verið svona smá þannig tónn í Suðurnesjamönnum. Hvað er þetta, veist, hvað þurfum við til þess að er þetta kannski gamla pólitíkin, svona hagsmunapot eða hvað þetta hét allt saman, hvernig, þetta hlýtur að vera svolítið óþægilegt fyrir þig. Þú ert framtakssamur og maður sér það til dæmis bara á Facebook-síðunni þinni, þú ert allstaðar að taka myndir og segja hvað þú ert að gera og annað sem er mjög gott að fylgjast með þér. Þannig að þetta hlýtur að vera svolítið stundum erfitt fyrir þig, en varðandi Suðurnesjamenn, hverju svarar því? Já, þegar ég var bæjarstjóri í Garðinum, þá settist maður meira inn í þetta og maður byrjaði svona að taka þátt í pólitíkinni. Svo lendir maður sjálfur óvart inn á þingi sem ég ætlaði ekkert að gera. Og ég hafði auðvitað heyrt þetta sem þú ert að nefna. Mér finnst að Suðurnesjamenn eigi bara fína þingmenn. Í hvaða flokki sem er. Og við erum 10 manna þingmannahópur og auðvitað sérstaklega við sem erum suður frá, við erum bara nokkuð mörg. Og við erum alveg vakandi og sofandi yfir hagsmunum okkar á Suðurnesjum eins og við erum auðvitað fyrir landið allt og kjördæmið. En það er engum blöðum á það og ég get alveg sagt það fyrir hljóðum að mér finnst Suðurnesjin ekki njóta mikið skilnings í þinginu. Og ég hélt kannski á síðasta kjörtímabili þegar ég var bæjarstjóri í Garðinum að þetta væri svona einhverju pólitík að menn vildu ekki byggja upp Helguvíkina og menn vildu ekki leggja peninga hingað og dittur og dattinn. En ég bara upplifði það saman núna. Og það getur vel verið að segja ekki að sömu pólitísku hvötum. Auðvitað þarf svolítið að kæla hagkerfið núna. En mér finnst að okkur, þingmönnum Suðurkjördæmis og þingmönnum okkar svæðis, við eigum bara svolítið erfitt með það að fá enga peninga.
Það búið að vera mikið fjör á ritstjórn Víkurfrétta að undanförnu og í vikunni kom út 80 síðna jólablað, sneisa fullt af skemmtilegu efni. Við sinnum öflugri fréttaþjónustu á Víkurfrétta vefnum www.vf.is alla daga og sömuleiðis á gólvefnum okkar kilvingur.is. Ef þið viljið horfa á þáttinn í símanum eða spjaldtölvunni getið þið farið inn á Víkurfrétta vefinn og fundið allt okkar sjónvarpsefni þar. Við þökkum fyrir áhorfið, njótið aðventunar, við verðum næst á skjánum á Þorláksmessukvöld og síðan 30. desember. Verið sæl. Vertu velkominn á Rock Safn Íslands. Þar getur þú prófa hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.